Hönnunarfyrirtækið Berg á Þórshöfn vinnur með hönnun úr heimabyggðinni á Langanesi og við Þistilfjörð. Vörurnar eru með ljósmyndum af svartfuglseggjum. Hönnuður og eigandi fyrirtækisins er Greta Bergrún Jóhannesdóttir en hún er búsett á Þórshöfn. Hugmyndin kviknar svolítið þegar að maðurinn minn fer að síga í björg hérna á Langanesinu, að síga eftir eggjum og ískápurinn hjá mig fylltist á hverju voru af svartfuglseggjum sem alltaf eru rosalega góð að borða þau en líka svo falleg, þannig að ég fer að taka ljósmyndir af eggjunum og svona að fann að safna mér myndum. Svo svona í hitti fyrra þegar að ég var í svona ákveðnu ferli, ég fór í svona sem kallað er hönnunarsmiðja, svona námsleið, að þá fór ég að hugsa hvað meira ég geti unnið með hérna í nágrenninu og hverju ég væri að safna svona í ljósmyndum. Og þá kom þetta að ég átti alveg ógrynni af þessum myndum og þá fór ég bara að vinna meira með þetta. Hvernig leist þeim sem þú leitaði til á þessa hugmynd? Mjög vel. Þetta hefur fengið alveg rosalega góð viðtökur og þykir svona frumlegt, náttúrulegt og ég fékk styrk í fyrra frá vaxtarsamningi Norðausturlands til þess að þróa vörulínuna áfram og sem sagt gera mér hérna logo og svona fara áfram með þetta og þá ákvað ég bara að kýla á þetta og taka þetta leið og fara í vöruhönnun sem er bara í sölu. Það er talsvert ferli frá hugmynd að hönnun. Já, það er búið að vera rosalega lengi í ferli og það er ekki bara semst hugmyndin, það er líka, þú ert að prófa markaðinn, þú ert að prófa söluaðilana, hversu vel það reynist. Þetta er auðvitað svolítið hark, og ég veit það, ég er búin að fara núna 2 svar á handelshátíðina í Hrafnagili, þar sem maður hittir fleiri aðila og ofsalega gaman og getur spjallað svolítið við aðra þeirra reynslu og þetta er líka langhlaup. Þannig að, en svo auðvitað bara hefur maður mörg öðru að sinna, þannig að ég mætti auðvitað sinna þessu betur. Hvað er nú þegar komið á markaðinn hjá þér? Ég byrjaði með glasamottur sem eru það sem tek botnin á eggjunum og mynd af því. Þar á eftir fór ég út í búða og fyrir jólin núna síðustu kom löperdúkur og servíettur komu einnig síðasta sumar og svo hefur líka aðeins verið í smávöru með sem sagt að það var svona ákveðið í ferluna mælt með því að maður tæki vöru sem væri líka ódýr fyrir þann sem að vildi kaupa fyrir kannski minni pening. Þannig að ég hef verið með bæði kort með ljósmyndum og segla litla. Þannig að og svo er ég að koma núna fyrir sumari er ég að koma með viskastykki og dúka fleiri stærðum og öðruvísi útfærslur af búðum. Þannig að það er svona bara eitt og eitt að tínast til. Gildir það á þessum markaði að vera með svolítið svona breiða línu? Já og nei, það fer svona allt eftir hvert þú ert að fara að selja vöruna. Ef þú ert að komast inn í stærri hönnunarsverslanir sem að ég er svo sem ekki komin ennþá, það hefur alveg verið áhugi en ég þarf svona kannski að vera komin aðeins lengra í mínu ferli með merkingar og gæði og annað. Þannig að ég hef auðvitað meira bara verið að selja heima og í smærri galleri. Þannig að þá gildir ekkert endilega að vera með heila línu. En það væri gaman að fara lengra og vera með meira úrval. Til hverra höfðar þetta sérstaklega? Ég hef svona verið að athuga markaðinn svolítið. Þetta höfðar náttúrulega mikið til bæði til heimamanna, brottfluttra. Og svo þarf maður auðvitað að finna að það til dæmis er galleri í Grímsey. Þeir eru að selja svolítið og hafa voru með í fyrra sumar og hafa verið að selja aðeins í vetur og verða væntanlega með áfram í sumar. Og svona, já, þannig að þetta er svona aðeins að komast inn á markaðinn en ég er ekki svona alveg búin að þreifa fyrir mér hvernig þetta er að fara til dæmis í erlenda ferðamenn. Þannig að ég er svona á aðeins eftir að fikra mig áfram þar. En þetta eru svartfuglsegg, þau eru mismunandi, álkuegg eru allt öðruvísi heldur en langvíueggin og svo stuttnefjan og svo framvegis. Já, það eru á Langanesinu, þá eru mest 3 tegundir sem eru að verpa. Hérna er eins og álkan, hún er svolítið minni
og langvían, maður þekkir hana, hún oft líka með þennan fallega hring hérna sem hún að gera neðan á eggin. Þannig að það var það svona sem heillaði mig svolítið, það náttúrulega engin tvö egg eins og þetta flott munstur. Og svo stuttnefjan, hún svolítið breiðari og styttri. Þannig að það eru svona þessi, en langmest af langvíunni hérna á Langanessinu. Og svo náttúrulega lundinn, hann svartfuglstegund og hann gaman að segja frá því, ég ætla að vera ægilega hittin í fyrra og fara að vinna með lundaeggi, þar sem að það hitti nú vel í ferðamanninn lundinn. En það bara eins og hænögg, það alveg hvítt. Maður minn skreið inn í lundahólu að ná í egg fyrir mig, hafði mikið fyrir því og vonbrigðin voru svolítið því að hann felur ekki inn í hólunni og þar alveg þarf hann ekkert að skreita það. Þannig að það var bara hvítt og ekkert gert með það. En í þessu ferli öllu saman, eitthvað sem hefur komið þér sérstaklega á óvart? Nei, kannski ekki. Ég hef kannski ekki verið nógu dugleg að markasetja mig, þannig að ég hef ekkert verið að reka mig á veggi. Ég hef verið að kynna mig svolítið á Norðurlandi og svo eins og með að fara á handelshátíðina. Og kannski, það kannski tíminn sem þetta tekur að koma þessu áfram sem kemur á óvart. En þetta auðvitað bara gaman að vinna í þessu með annarri vinnu. Hvað segir hönnuðurinn sjálfur? Borðar egg? Algjörlega, þau eru rosalega góð. Og það fer að koma eggjatími núna, þetta alveg það hlakkar alveg í manni að fara að geta borðað eggin. Og svartfuglseggin náttúrulega rosalega góð en svo eru skegglueggin ekki síðri, það ritan. Hún rosalega góð líka, svolítið minni og minna meira á kríuegg. En þau eru mjög góð. Og setur þú þá löperinn á borðið og servétturnar og glasabotturnar og allt saman? Nei, ég hef nú reyndar kannski ekki farið svo langt. Þetta nú meira svona bara heima í eldhúsinu verið að rífa þetta í sig kvöldmat og á þessum tíma eins og núna í maí þá ég stundum að stelast til að borða þetta bæði á hádeginu og kvöldinu. Svo á endanum fær maður nóg, svona í lok maí þá maður komin alveg með nóg sko.